vinnir. Maður missir röddina áður maður byrjar, það ekki gott. En við erum að halda áfram með verkið okkar og verkefni og úr því að maður tók þetta þessi þá bara heldur maður því áfram. Hver lengi, veit ég ekki. Allavega við klárum þennan þátt. Og þessi ætlar að vera tengdur æskusögunum minni. Og líklega fjallar hún blaðburð. En kannski kíkjum við aðeins yfir svona söguna, fjölmiðlasöguna. Við getum það. En það nú ekkert svo sem skeiði ekkert í gær og í fyrradag að menn færu að lesa blöð og menn svona átta sig á því að það verðum kannski ekki alveg vitlaust að leyfa fólki svona fylgjast með. Og það auðvitað grunnurinn á bakvið alla blaðamennsku, það það að ég og þú og við öll hinn fáum svona smávegis fréttir því að þetta býr í manninum að vita einhver skil í kringu sig og þú getur ekkert vita neitt nema bara það sem í kringu þig nema þú heyrir það frá einhverjum lengra að komnum. Þannig að menn sem að til að mynda gengu heima á sveitabæi að þeir hafa óbyggilega oft hinnir mestu aufúsu gestir því að þeir gátu sagt fréttir þaðan sem þeir voru að koma, hvaðan sem það var og það var kannski úr allt annari sveit eða allt öðrum stað heldur en að fólkið var frá og hafði ekki grænan grun hvað þar var að gerast en svo kom aufúsu gestur og hann svona upplýsti menn aðeins eitt og annað. En allt kannski var þetta í skötu líki því að þetta var bara frá þessum einstaklingi og hann eins og aðrir einstaklingar vissi bara sumt sem hann hafði upplifað, það sem reki hafði á fjörur hans. En hugsunin fjölmiðill svona víðtækari. Hann samanstendur af fjölda fólki þess vegna með hvert sitt hlutverk í að upplýsa og svo nú til eitthvað sem heitir blaðaútgáfa og prenttækni. Hún nú ekkert ný prenttæknin en hefur ekki verið til alla tíð. En það var ég veit ekki svo sem hver fyrsti miðillinn okkar Reykvíkinga, nú ég að tala blöð, ekki hinn miðillinn. Ég veit ekki, ég held reyndar ekki að Reykjavíkurpósturinn sem kom út 1840 sé fyrsti til að koma út í formi miðils, svona miðils. En hann kemur út og kannski ekkert mjög langlífur en árið eftir sem sagt 1848 þá kemur út blað sem heitir Þjóðólfur og Þjóðólfur sem sagt verður miklu langlífari Reykjavíkurpóstinum og hann til alveg fram á 20. öldina, hver langt fram í öldina veit ég ekki en hann til nokkuð lengi og þetta eitt af þessum dagblöðum sem líklega þó gefin út dagblöð gefin út daglega því að varla stendur dagblað undir nafni nema það eitt sem gefið út daglega og það held ég að hafa nú verið markmiðið hjá þessum fjölmiðlum þegar þeir að fara af stað að gefa út kannski ekki dagblað, jú kannski dagblað en allavega að koma inn með fréttir sem væru svona víðtækar fréttir af meira en bara ég og þú sjáum í kringum okkur. En þannig voru fréttirnar áður heldur en að þessi fjölmiðlun byrja. Þannig að fjölmiðlun mjög merkilegt tæki einmitt til þess að draga saman og fræða fólk að það líka til tilvera fyrir utan þeirra sjónring. En auðvitað vissu menn það en svona vissu ósköp lítið hvað væri að vera og þetta getur valdið alls konar misskilningi því að herra sögusögn
fer af stað í stríðinu síðasta og þá var svona samgangur miklu minni heldur en hann og sára lítill þannig séð að kannski voru blöðin svona svolítið svona bara fyrir sig að fjalla mikið bara til að mynda Stór Reykjavíkursvæðið eða eitthvað svoleiðis. Það ekkert ótrúlegt því að samgangur var ekkert svo mikill. Og þá kvissast út að Þjóðverjar hafi hernumið Austurland. Og þessi saga bara gekk. Og einhverju alveg orðnir sannfærður það að þetta væri staðan. Svo ramt hvað að þessu, svo fast var þetta í umræðinu að hæstvirti ríkisstjórn undir forystu Hermanns Jónassonar var það ekki, að hann sér sig knúinn til þess að stíga fram í útvarpi, það þá komið, og segja við fólk að þetta séu staðlausir stafir. Svo ramt hvað að þessari sögu, svo viss var almenningur í að þetta hafi gerst, að sjálfur ríkisstjórnin sér sig knúinn til að leiðrétta þessa þvælu. Þetta allt vegna þess að það voru svo lítil samskipti. Fjölmiðlarnir eru inn í þessu veruleika til þess að brúa þetta bil. Hins vegar hafa þeir fari offari en þetta svona grunnhugsunin að fjölmiðli. En þess að Reykjavíkurpósturinn, hann kom út 1847 en ekki fyrsta blaðið, þetta nú eldra og tæknin talsvert eldri. En árið 1918 eru prentmiðlar eru fjölmiðlar eingöngu prentmiðlar. 1918. Útvarpið þá ekki komið. Það kemur seinna en ekkert löngu seinna. Eitthvað eftir 20 allavega, 1920. Morgunblaðið hóf göngu sína 2. nóvember 1913. Var Morgunblaðið frá upphafi dagblað, sannkallað dagblað. Sannkallað dagblað dagblað sem kom út á morgnana. Þannig að saga Morgunblaðsins Morgunblað frá upphafi. Og Morgunblaðið ennþá gefið út og það ennþá þetta sama Morgunblað. Áreiðanlegt eða ekki áreiðanlegt, það svolítið bara hver sem tekur afstöðu til þess. Og í kringum þessa prentmiðla var til staða sem heitir blaðburðardrengur eða telpa. Og þessir blaðburðar börn, þetta voru nú yfirleitt börn, þó að seinna eða kannski voru líka fullorðnir hérna með, en svona uppistaðan í þessari deild voru börn. Og kannski varst þú einn blaðburðardrengurinn eða blaðburðartelpan. Og þáðir þau laun fyrir þinn blaðaburð sem í boði var, sem voru nú aldrei neitt meira heldur en svona bara vasapeningar, þetta var nú ekki mikið borga fyrir þetta, en þó fekk maður fyrir einhverju, kók og bíómiða kannski, einu sinni í mánuði, kannski gott betur en það. En það, sem sagt, svo fer að sjást í blöðunum, blaðburðardrengur óskast, mjög algengt. Og þá eru öll blöð sem birtu blaðburðardrengur óskast til blaðaburðar á, svo var hérna blaðið nefnt sem vantaði sinn blaðburðardreng. Þannig að það má alveg búast við því að það hafa nú verið svona svolítið örskipti þar. En held ég nú samt að þeim hafa nú yfirleitt tekist að fylla í skörðin, því að áskrifendur, þeir voru nú engin lömb að leika sér við. Fengi ekki áskrifandi sitt blað, þá var það nú bara fúll í framann og hringdi og hótaði jafnvel og ég ekki hvað og hvað. En blaðburðardrengurinn, hann talaði við umboðsmanns, ekki Alþingis, en umboðsmann viðkomandi dagblaðs,
sem gat verið Þjóðviljinn, gat verið Tíminn, gat verið Vísir, gat verið Mogginn og þessi blöð sem voru á þessum árum. Voru þau nema þessi blöð? Já, kannski, já, skiptir ekki máli. En sumir gengust við þessu og þeir eruðu þessir blaðburðardrengir eða blaðburðartelpur og þurftu að vakna fyrir allar aldir því að það var gert ráð fyrir því, held ég, í samþykktum dagblaðsins að vera komið út til áskrifanda var það ekki fyrir klukkan 7 á morgnana. Þannig að blaðburðardrengurinn og blaðburðartelpan þurfti að vera árrissul og hafa nú ekki gott fyrir morgun svæfa að vera í þeirri deild að tilheyra blaðburði. Ég var nú einn af þeim sem bar út blöð. En áður en við förum út í þá sálma þá bjó umboðsmaður Alþýðublaðsins í Hafnarfirði, Alþýðublaðsins, það var nú til blað sem hét Alþýðublað Hafnarfjarðar, en þetta var bara almannadeildi, blaði sem kom út á landsvísu og hún bjó ekkert langt frá mér þessi ágæta kona og hún stoppaði mig oft, eða ekki oft, en stoppaði mig nokkru sinnum og spurði, ert þú ekki til í að bera út fyrir okkur Alþýðublaðið? Ekki það fyrir að ég væri neitt á móti Alþýðublaðinu, nei, ég held nú ekki það, og þá stundum átta til að tala leti og menn þurfti að vinna fyrir sér og svona og svolítið hörð. En það hafði ekki mikið láru á þennan, hann var bara stóðið sitt heikað þorn og ekki tilbúin til þess að bera út Alþýðublaðið. En það voru, hún náttúrulega fekk bara sitt fólk til þess að bera út sitt Alþýðublað því að Alþýðublaðið þurfti að vera komið út eins og önnur dagblöð fyrir, 7 á morgnan, það var svona það sem ætlast var til. En sjálfsagt er allur gangur á skilvísinni hvað þetta varðar og hefur örugglega ráðið mest hver bar út hvað þetta varðar. En blöðin komu, nú blöðin frá eiginlega því að þau kannski byrjaði það nú samt meira með Mogganum, Morgunblaðinu. Að blöðin, blaðalestur, var bara partur af þessu öllu saman hjá okkur, fyrir hitt daglega líf. Og fréttamennska enn þann dag í dag er partur hjá lunga fólks í tilveru dagsins. Þannig að það er einskott fyrir þessa ágætu fjölmiðla að vanda til verka og vita áhrifin sem þeir hafa. Eru þeir vissir það að þeir viti þessi áhrif? Ég veit ekkert það. En ég veit bara að hugsunin á bakvið fjölmiðil til að byrja með er þessi að koma upplýsingu til fólk, fréttir og annað, vegna þess að með því að gera þetta svona, þá erum við að víkka sjóndeildarhring manns og konu út í bæ. Það var svona hugsunin. Þú veist ekki mikið hvað er að gerast út í útlöndum ef þú hefur ekki hennar grúa alla þessa tækni sem þú hefur eins og er í dag, eins og kraðagi er í dag. Og það er náttúrulega bara alveg hræðilegt í sjálfu sér. En ekki vildi ég bera út Alþýðublaðið. Og stundum svona létum svona talaði yfir hausamótanum á mér og talaði vinnu og menn ætti að vinna og svo allt saman það og svo framvegis. En aldrei bar ég út þetta ágæta Alþýðublað en kom nú fyrir að ég fletti í því og fannst það ágætt. En þessi voru líka að tala að þá var til Alþýðublað Hafnarfjarðar. Það getur vel verið að fleiri staðir en Hafnarfjörður hafi státað af sínu eigin Alþýðublaði, svona bara innanbæjarblaði. Og það voru oft ágætar fréttir í Alþýðublaði Hafnarfjarðar sem að alveg svolítið að rampolítist með, hálfa var nóðir voru að höggva hvorn í annan, íhaldsmenn og alþýðuflokksmenn og sjálfstæðismenn voru líka með blað. Á þessum árum er Morgunblaðið tengt sjálfstæðisflokknum.
Þetta á 8., 7. áratug seinustu aldar og í Hafnarfirði var til bæjarblað sem Hamar hét. Ég man ekki hvort það hét eitthvað meira en Hamar, en það hét allavega Hamar og þar voru íhaldsmenn að skrifa og það var þetta bæði Alþýðublað Hafnarfjarðar og Hamar, þetta voru alveg rammpólitísk blöð og þar voru menn bara með hnífan á lofti og ráku hvorn í annan svona óbeint. En bæði blöðin fluttuðu þetta bara fréttir líka úr bænum, einkum úr bænum. Þarna sjáum við að þarna svo hugsun uppi að fræða menn það sem að gerast í bænum þeirra og þetta var til víða. En vegna þess, til að mæta því að ég og þú við sjáum bara í kringum okkur. Þess vegna þetta allt saman til. Það til að víkka sjóndeildarhringinn og þetta vitaðu þetta allir menn, við myndum ekki til vita allt það sem við vitum hvað að gerast í einu stóra heimi nema af því að við höfum þessa fjölmiðla. Hvað síðan við höfum þá að segja. En hugsunin á bak við fjölmiðl stór merkileg og eiginlega segir sér sjálf hversu vegna þetta var til. Já, eins og við verðum að tala að þá var það gert til þess að víkka út sjóndeildarhring minn og þinn og okkar sem sjáum bara það sem hérna í kring. Við vorum líka að tala það í upphafi þegar að maður knúði dyra á sveitabæ að kvöldlagi eða hvernig sem var og hann var aðkomumaður og þá var hann aufúsu gestur. Ekki bara að menn vildu hýsa mannin, Íslendingar voru lengi vel gestur í þessi fólk og þetta var það líka til að aðeins að toga út úr honum fréttirnar frá þeim stað sem hann var kominn frá. Og þannig hefur ábyggilega ýmislegt kvissast út, en samt það þannig að sá sem kom var bara einstaklingur, alveg svo ég og þú sem bara sá í kringum sig og vissi ekkert meira en bara hann hafði þá heyrt eða hann sá sjálfur í kringum sig. Svo sem alveg áreiðanlegar heimildir og getur alveg hafa verið það, en ekki kannski víkkar auðvitað aðeins sjóndeildarhringinn, en samt ekkert rosalega mikið. Fjölmiðillinn aftur á móti, hann víkkar sjóndeildarhringinn miklu meira vegna þess að eitt blað, það samanstendur alveg helling hrúgu af alls konar efni. Bæjarblaðið sem sagt ekki lengur við lýði, að ég held, það getur nú vel verið, það reynda fyrir utan það, nú öll þessi blöð meira og minna hætt, en svona mestuleyti, þetta allt komið á netið. En þau voru þarna í þeim tilgangi að svona upplýsa þorpsbúa, kaupstaðabúa og svo framvegis það sem væri að gerast í bænum alveg svo Alþýðublað Hafnarfjarðar var og Hamar. Rammpólitísk blöð og svoleiðis í báðum þessum blöðum alveg rammpólitískar greinar. Það hart var vegið að þessum ómögulegu alþýðuflokksmönnum eða ómögulegu sjálfstæðismönnum. Þannig að við erum ekkert að segja neina nýja fréttir hér. Þar vorum við aftur, það má ekki stoppa, þá missir maður dampinn. Það fjölmiðlarnir, já. Og ég sem sagt verð einn af þessum blaðburðar drengjum. Það var 60 og eitthvað, þetta á þeim tíma og ég fór bara í þetta að því að bara til þess að ná mér í smá vasapeninga. Ég vissi náttúrulega að þetta var ekki vel borgað og umboðsmaður Moggans í Barótt Moggan var leigubílstjóri í Hafnarfirði sem Magnús hét, held ég alveg örugglega, mikill ágætismaður og hann samþykki mig í hópinn, blaðburðar drengja hópinn sinn og kemur stundvíslega, allavega ekki verið bara 6 á morgnana og ber út bunkan sem mér var ætlað að bera út og fór svo hringinn með í leigubílnum sínum, hann notaði hann bara í þetta verkefni og þannig að þetta hefur verið svolítið snúningar hjá kallgreyinu að koma
blaðinu til sinna blaðburðara drengja og telpna. Og sá sem var á undan mér var nú strókur sem ég þekki, jafngamall mér, og hann fer með mér á hérna svæði mitt og það var svona nágrenni mitt og allt saman það og ekkert við öðru að búast. Ég man ekki hvaða götur ég fór, ég átti allir ekki verið Vesturgata, Merkurgata, Hraunbrekka, Norðurbraut og auðvitað Hellisgata og Kirkjuvegur og það ég held ég nú ekki, voru þessar götur, nokkrar götur, en við þessar götur voru allmargar hérna mörg hús. Og ég var nú morgunsvægur drengur og ég átti erfitt með að vakna. Og mamma gamla, hún náttúrulega sá það að drengurinn sinn væri vakinn, hún stóð sig alltaf við það. Það var alveg bókað það að hún móðir mín og vekti mig. Annað var síðan hvort að drengurinn hennar væri upp á þeim tíma sem að ætlað var eða hún þyrfti að koma aftur og kannski í þriðja skipti og hann lá drengurinn sofandi og svo drattaðist hann með stírurnar í augunum og þá var klukkan kannski að verða 9 en blaðið átti að vera komið klukkan 7 og það kom fyrir að ég væri tekin í gegn eða svona innan að gæsalappa í dyrunum og frú sem var búin að bíða eftir blaðinu sinni alveg frá því klukkan 8 að segja það 7 jafnvel. Helltist svo lítið yfir drenginn og maður ekki hvað óðarlega leitur þetta í þessum gerlingum. Og maður lofaði bót og betrun eftir hvert yfirhal og tók sér taki í næsta dag og það endist bara 1-2 daga og þá var það búið. Drengurinn var auðvitað vakinn klukkan 7 líklega, ég held ég hann verið þá. Hann var kannski að skreiðast fram á klukkan 9 og mamma búin að hrista hann til minnst út í tvisar ef ekki þrisvar. Og hérna svo náttúrulega, ég var nokkið látið fara neitt en svo hætti ég þessu bara og einhver annar blaðburðardrengur kom í staðinn fyrir mig og líklega hef ég gengið með honum hringinn í þessar götur sem ég nefndi þarna áðan og eða það hlýtur nú eiginlega að vera að ég hef gert það held ég hafa nú verið vinnureglan hjá þessum blaðburðardæmi að sá sem var, hann skilaði þessu af sér með því að fara einu sinni tvisvar með næsta sem tæki við og ég hlýt að hafa gert það einnig. Og það var partur af þessu öllu saman, þessu blaðburðardæmi, það var rökka. Og maður bankaði, ég að rökka fyrir mokka. Já, hvað það mikið núna? Og ég nefndi töluna, ekki málið, svo var það borgað. Og við vorum með svona kveittanahetti og litla með sem að reif úr og gjörðu svo vel. Í stundu þurfti maður að koma aftur, þá átti hann ekki pening sem að hérna ætlaði að borga og stundum auðvitað var fólk ekki heima þannig að það var allur gangur á því en það var ekkert mál með þessa rukkun, maður þurfti kannski að fara til þess að þrisvar á sama stað og til þess að fá inn peningana sem maður síðan afhendi umboðsmanni og hann taldi, hann vissi náttúrulega hve mörg blöð ég hefði fengið og hve mörg blöð ég átti að bera út og rukkanirnar urðu auðvitað að stemma við þá tölu og það gerði það alltaf en ef ykkur var mjög erfiður ég held að hann hafa nú þurft að fara þangað þessi ágæti umboðsmaður en það kom nú held ég gat alveg örugglega komið fyrir en ég held að hafa nú ekki verið oft sem að það gerðist að einhver var svo þessum að hann bara neitaði að borga drengnum. En það allt til í sem maður veit ekkert alltaf. En þetta voru þeir tímar sem að ég var að bera út mokkan og ég fekk náttúrulega blað, ég held ég lét fólkið heima hafa eitt eintak og það hérna var með fría áskrift allavega meðan ég var að bera út sem voru einhverjir mánuðir
Svo held ég að ég hafi fengið 1 eða 2 eintök sem ég mátti selja og ég hef örugglega kannski seldi þau, ég veit það ekki, en það voru svona einhverjir smá peningar sem maður fékk fyrir það og launin komu mánaðarlega sem voru einhverjir smáörur eins og ég saði, en strá kannski 10-11 ára gömlum munaði þetta, það var nú bara þannig. 10-11 ára gömul, ég hef ekki verið 11 ára gamall þegar ég í þessu. En ég man alltaf eftir því þegar blessar og frúrnar voru að kolfa sér yfir mig. Hvernig þetta væri með því maður, þetta voru að vakna á morgnana, þannig að blaðið ákoma klukkan 7, klukkan að verða 9. Ég var víst að viðurkenna að þetta væri ekki nokkur mynd á þessu. En þetta auðvitað var til þess að ég bara hætti þessu, svo fyrir utan það, já, mér fannst þetta nú ekkert leiðilegt, en heldur ekkert skemmtilegt. Þú varst að vera í þessu djobbi, hvernig þessi viðræði, því að fólkið var náttúrulega áskrifandi að dagblaði og það var ekkert að vera að horfa þetta fyrst út gluggann og við getum ekki verið að senda drenginn út í svona veður. Það var ekkert svoleiðis og maður var að fara og var því að eiga fatnað sem hentaði bara öllum veðrum og maður átti hann nú til held ég örugglega. Og þetta voru það mörg blöð, þið munið eftir blaðbörð á töskunum, að ég var með 2 á sitt hvoru öxlinni. Fór hérna sérst þanga og svo hérna og þanga og svo dró maður þetta upp úr hérna brauta saman. Ég man að sá sem að fylgdi mér fyrstu 2 skipti, hann kenndi mér að brjóta saman dagblað og það gert með ákveðinu lagi og ég náði því alveg strax og ég kann þetta ennþá. Og þegar þú varst búin að brjóta það svona saman, að þá var gott að koma því fyrir á hurðarhún, því að á þessum árum eru ekkit öll hús með lúgum, en það voru öll með hurðarhúnum og oft voru þessi hús nú læst, þannig að það var ekkert annað að ræða en að stinga þau á hurðarhúnin, en ef þau voru opin þá bara fleygði maður því inn í gangi. Þannig að maður prófaði örugglega hvort það var læst eða ólæst. En ef ekki þá var maður að brjóta það saman og stinga því upp á húnin eða á milli húns og hurðarstafar. Ég held að nú líka verið með þá leið, en mest held ég hafi nú bara verið á húnin sjálfan, að rent upp á húnin. Þannig að þetta var svona ákveðið lag við þetta og þessi ganga, hún var nú daglega þá meðan þetta stóð og ykkur tugir húsa sem maður var að sækja á hverjum einasta degi og hverjum einasta morgni þegar maður var í þessu. Og önnur kelling tíma þegar ég var grútsifjaðastur lét mig heyra það. En ég lifði það nú alltaf. Allar hafa ekki bara haft rétt fyrir sér, ég hugsa það nú. En þetta var blaðburðardrengurinn og þessi staða var til eftir að dagblöðin fara að koma. Og Morgunblaðið sem við vorum að tala á þann, og þú kannski veist, frá því 2. nóvember 1913. Reykjavíkurpósturinn var frá 1847 og entist ekkert lengi, en held ég nú einhver áratugi. En Þjóðólfur, þó ég mun ekkert eftir Þjóðólfi, þá var hann miklu lengur í gangi og ég held að það hafi verið alveg ágætisblað. Ég veit ekki hvort að Þjóðólfur kendi sig við einhvern stjórnmálaflokk, ég bara veit það ekki, en þekki ekki þá sögu. En við vitum að sum blöð voru beintengdir ákveðnum stjórnmálaflokki og allir vita að Morgunblaðið væri tengt við Sjálfstæðisflokkin. Og allir vissu auðvitað líka að Alþýðublaðið var beint tengt við Alþýðuflokkin. Og allir vissu líka að Þjóðviljinn var tengdur Alþýðubandalaginu
og já, og ég veit ekki hvort að Vinstri grænir eru komnir inn í þetta, þá líklegt að þeir hafi verið með það. Ég bara þekki þá sögu ekki, en þessi blöð, Alþýðublaðið, hætt fyrir margt löngu og Þjóðviljinn hættur fyrir margt löngu, og svo vissum við að dagblaðið Tíminn var tengt við Framsóknarflokkin og það var engin bóndi sem ekki keypti Tímann. Fékk hann sendan með þeirri leið sem að bændur fengu. Þetta fór allt í gegnum póstinn og pósturinn til sveita kom kannski tvisvar, svona þegar best lét þrisvar. Ég veit ekki hvernig þetta var orðið, hvort að pósturinn, sveitapósturinn kom daglega. Það er alveg mögulegt, en til að byrja með að lengi þá var þetta tvisvar í viku, þrisvar þegar best lét, þar sem best lét, en þetta var ekkert allavega á þeim tíma neitt daglegt, og þá fenguðu Tímann sinn. Nú ef þeir voru alþýðubandalagsmenn, þá fenguðu Þjóðviljinn sinn. Nú ef þeir voru sjálfstæðismenn, margir sveitamenn eru nú líka sjálfstæðismenn, og þá fenguðu þeir líklega Morgunblaðið. Það var svolítið svona kokkunaröð í þessu, og menn voru bara framsóknarmenn eða sjálfstæðismenn, og svo er líka hægt að fara út í þá sálma að það var hægt að sjá á sveitinni og véla kostunni fyrir utan hvort að maðurinn væri sjálfstæðismaður eða framsóknarmaður. Ég man nú svo sem ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta var. Ég held að sá sem að ók Deutz dráttarvél, að hann væri sjálfstæðismaður. En sá sem átti á móti ók Massi Ferguson dráttarvél, hann tilheyrði Framsóknarflokknum. Þetta var svona bara skipt, og þetta var allstaðar svona skipt. Þú varst tilheyrði þessum flokki eða hinum, og það var ekkert verið að blanda neinu saman, og þú varðir þitt alveg eins og þú gast. Það rættir við mann og annan alveg honum til varnar ef úti það var farið, og enginn ekkert gefið eftir. Þannig að það er nú nokkuð víst að þessir ágætu flokkar hafa verið með nokkuð traustfylgi og nokkuð vissir hverjir kissu þá og hverjir ekki. Það hefur svo margt breyst. Í dag er í raun og veru engin leið að vita hvað menn gera inn í kjörklefa. Og þarna, ég veit ekkert hverju þetta er að kenna, kannski ástæðulaust að vera eitthvað að reyna að finna það. Við vitum, það hefur svo margt breyst. Blöðin, dagblöðin, moggin er nú reyndar enn gefin út. Þú getur ennþá keypt moggan í áskrift, en ég reikna með því að moggin sé eiginlega eina blaðið, dagblaðið sem enn er gefið út, og það mega er eiga. Ég er svolítið stoltur af Morgunblaðinu að það skulle ennþá vera að koma út í sínu gamla formi. Ég veit ekkert hvernig afkoman er af blaðinu, en ég veit líka að þeir eru svo allir aðri fjölmiðlar. Þetta er ekkert af þessu lagt niður, en þetta er allt saman komið inn á netið, og það er moggin, það er útvarpið, það er sjónvarpið, og það er grúi blaða. Ég man nú ekki, ég held nú ekki að Alþýðublaðið sé þar. Ég held að Alþýðublaðið hefur bara verið lagt niður og það bara þurrkað út, og Þjóðviljinn og þessi blöð. Ég held að þau séu ekkert að gera neitt. Það getur vel verið að þessi skoðun sé þarna uppi í gegnum eitthvað þarna, hvað þetta heitir allt, ég veit það nú ekki. En þetta er ekkert í því formi sem það var, en þetta hættir þetta ekkert. Stjórnmál hætta aldrei, og það að veita fólki upplýsingar eitt og annað, það hættir aldrei. Það bara er eitthvað í okkur sjálfum sem kallar eftir þessu. Og hvernig ætlum við að stoppa það? Við stoppum það ekki, nei. Við getum ekkert stoppað það, og þurfum þess heldur ekki. Við fórum aðeins í blaðburðardrenginn, sem var ein staða, og er líklega þá enn staða sem til er. Ég veit ekki hvernig þetta er gert í dag, hvort að moggin sé borin út bara með
einhverjum sem að ber utan á sér töskur, jú, það ekki ennþá þannig og menn fá þetta bara í gegnum lúna hjá sér á hvern morgun. Ég trúiði nú alla pósturinn sé að þælast með þetta, ekki í borginni, en ef hann einhver sveitamaður kaupir ennþá mokkan og þá líklega fær hann póstinn sinn með póstinum sem ekur veginn framhjá þeim og stingur í póstkassan við innkeysluna heima bænum. Það getur nú verið að það sé nú þannig. En ég held við séum algjörlega sammála það að ýmislegt hafi nú breyst. En þetta nú orðið ágætt hjá okkur í dag, eða ekki? Og við ykkur nærum þennan hluta sögunar og þáttöku þessa einstaklings sem drengs sem átti að vakna klukkan 7, íspertur, en skryddist fram úr kannski réttur 9 og kunnin ekki bara hrifinn, og ég skil það. En ég kveð og svo sjáum við til hvernig framvindur í þessu máli.